Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 13. september 2023 klukkan 16:39. Þetta 834. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar utan Ásgeirs Sveinssonar bæjarfulltrúa D-lista sem boðaði forföll og í hans stað situr fundinn Hjörtur Örn Arnarsson varabæjarfulltrúi. Fyrir fundinum í dag liggja 15 mál, þar af eru 7 fundargerðir til afgreiðslu, 1 almennt erindi og 7 fundargerðir til kynningar. Og það ekki því til fyrirstöðu að halda beint til dagskrár og það fyrst á dagskrá fundargerð til staðfestingar, það fundargerð 1591. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar sem fram fór fimmtudaginn 31. ágúst. Þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir máli 1.1 sem fundargerð bæjarráðs vegna viðauka við fjárhagsáætlun 2024. Í þessum viðauka sem annar viðauki sem við leggjum fram á árinu að þar eru svona tilfærslur á milli liða auk þess sem eru aukin framlög meðal annars vegna MPA-samninga, vegna aukninga á framlagi til íþrótta- og tómstundafélaga eða afturheldingar, vegna strætó, auka framlag, auk næturstrætós og einnig kostnaður vegna stjórnkerfisbreytinga. Og þá eru gerðar breytingar vegna lækkunar á framlagi jöfnunarsjóðs sem eru ríflega 100 milljónir sem eykur þá enn meira á þetta bil sem á milli tekna til málaflokksins og útgjalda. Hins vegar erum við með í framhaldi af úthlutun 5. áfanga í Helgafeldslandinu erum við að hækka tekjur af byggingarétti úr 500 milljónum í 629. Það í samræmi við þær greiðslur sem hafa þegar borist en við eigum von á fleiri greiðslum inn í bæjarsjóðs. Nú síðan eru tilfærslur á milli fjárhagsliða meðal annars vegna kjarasamninga og skálatúns en spár kostnað við kjarasamninga reyndust mjög réttar þannig að það að koma út, þetta voru 635 milljónir sem var kostnaður vegna kjarasamninganna og það í samræmi við það sem við tókum frá í potti vegna þeirra. Nú síðan í samræmi við samþykkt útboð á framkvæmdum við Helgafells-leikskólann að þá erum við að hækka fjárfestingaráætlun Eignasjóðs 126 milljónir. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem vilja taka til máls þennan lið fundargerðarinnar? Ég lít svo á að svo sé ekki en fundargerðin opin til umræðu að öðru leyti. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem upp undir liðnum 1.2 rekstri deilda og rekstratekjur tímabilsins á fyrri helmingi þessa árs voru 10 milljarðar 484 milljónir sem í samræmi við fjárhagsáætlun. Tekjur af útsvari, fasteignaskattar, framlög frá jöfnunarsjóði og aðrar tekjur að mestu í samræmi við fjárhagsáætlun tímabilsins. Launakostnaður var 4 milljarðar 153 milljónir og aðeins lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir og síðan annar rekstrakostnaður sem 5 milljarðar 741 milljón sem örlítið hærra en gert ráð fyrir. Og afskriftirnar voru 267 milljónir og þess vegna rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, hún jákvæð 324 milljónir. Hins vegar fjármagnskostnaðurinn milljarður sem 362 milljónum hærra en gert var ráð fyrir og þessi frávik skýrast af hærra vaxtastigi og meiri verðbólgu en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Við áætlum að þetta rétti sig af á seinni helmingi ársins meðal annars vegna tekna af byggingarréttargjöldum og gatnagerðargjöldum. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Hvort ykkar var á undan? Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel.
Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og gestir, kem hér upp undir lið 1-2 líka, rekstri deilda. Það vissulega súrt í broti þegar að rekstra niðurstaðan er neikvæð umfram spána sem var þó líka neikvæð. En þetta skýrist eins og bæjarstjóri nefndi hérna af utanaðkomandi áhrifum, þar að segja verðbólgunni sem ríkir í samfélaginu. Það er hins vegar mjög ánægjulegt að sjá að við erum að hrein svona niðurstaða án fjárhagsliðanna er jákvæð og við erum að nánast í að ná takmarkinu í veltufé frá rekstri og það er jákvætt 479 milljónir sem að skiptir okkur bara gríðarlega miklu máli. En þessi niðurstaða sýnir okkur þó og það er svo sem rétt það sem við höfum verið að gera að ekki fara offari í fjárfestingum og öðru slíku á þessu ári. En það bara það að hver prósenta í verðbólgunni kostar okkur tæpar 200 milljónir. Þá er það bara þannig fyrir skuldsett sveitarfélag að við verðum að gæta aðhalds og við verðum bara að halda áfram að sýna skynsemi í rekstri. En það sem skiptir langmestu máli er þetta að ef að utanaðkomandi áhrifin færist til batnaðar að þá eykst okkar svigrúm til muna. Þannig að við skulum bara halda áfram öll að leggja okkar á vogarskálarnar og mér langar að segja fólki hætt að fara til tenni en ég skil það samt mjög vel. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Sævar. Við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, kemur upp undir sama lið, 1-2, rekstur deildar fyrstu 6 mánuði ársins, en ég ætla nú bara að taka undir og reyna að endurtaka ekki alltaf mikið það sem hefur komið þetta fram, en sjáum að reksturinn er svona nokkurn veginn á pari sem er bara mjög jákvætt og svona þeir liðir og sá hluti af rekstrinum sem við svona getum haft áhrif á er samkvæmt áætlun nokkurn veginn og við og sem bara mjög jákvætt og við erum að einblína það fyrst og fremst. Það nú þarna ákveðin ástæða fyrir því náttúrulega að fjármagnskostnaður þetta hátt yfir áætlun. Við náttúrulega þekkjum það með vaxtastigi sem í dag og það sem náttúrulega kom fram í fjárhagsáætlunum, það er langt undir því sem hefur verið raunin þetta árið. En eins og bæjarfulltrúi Lovísa kom inn á þá náttúrulega sjá að veltufjárrekstri er svona nokkurn veginn á pari sem náttúrulega er það sem við kannski horfum hvað mest til þess að geta gert tekið tillit til fjárfestinga. Við sjáum að því meira sem við höfum svigrúm þar þá er það frekar að borgari báru til þess að fjárfesta enn frekar. Við þurfum náttúrulega bara í þessu umhverfi sem við búum við í dag að halda áfram að passa okkur öll ný lántaka þarf að vera vel ígrunduð og eftir fremsta megni náttúrulega viljum við eiga fyrir fjárfestingum sem framöndan eru til þess að halda okkur á þessari braut. Þannig að ég vil bara þakka fjármálastjóra fyrir þessar upplýsingar og bæjarstjóra fyrir að kynna okkur fyrir þessu. Þannig að svona mitt innlegg. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, við erum alveg sammála það að það skiptir máli að halda vel á spöðunum núna. Ég er búin að aðeins að fornast það sem bæjarfulltrúi Lovísa sagði áðan aðhaldi rekstri bæjarins. Mér er svolítið fornast hvaða aðhald er verið að sýna, ef verið að fresta framkvæmdum, hvað hefur verið lagt inn hjá stofnunum bæjarins og hvernig er verið að gera þetta. Nú sjáum við að ríkið var að leggja fram sitt fjárlagafrumvarp frá gær og þar voru næstu skref, þannig að mér langar svolítið að forðast. Hvar eru við stödd þarna? Já, bæjarfulltrúi Lovísa bregst við spurningu
Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta kemur bara fram í fjárfestingahlutanum í yfirlitinu. Þar má sjá að það sem af ári búið að ráðstafa í fasteignir og önnur mannvirki 675 milljónum af áætlun upp á 1475 milljarða. 1.475 milljónir. Þannig að það minni en helming, eða nær ekki helming. Og þetta svona með flesta liðina. Það ekki búið að fara í allar þær framkvæmdir sem voru samþykktar í fjárhagsáætlun, heldur hefur verið forgangsraðað því sem bara verður að halda áfram með, svo Kvíslaskóla, endurbæturnar, leikskólinn og bara það sem við höfum verið að samþykkja í bæjarráði bara á þessu ári. Þannig að þetta kemur mjög skýrt fram þarna í yfirlitinu. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls lið 1-2 á dagskrá þessa fundar. Svo virðist ekki vera og fundargerðin enn opin til umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Hallakaren, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp fyrir 1.4, endurnýjun aðalvallar og frjálsíþróttaðarstöðu aftureldingar að Varmá, nýframkvæmd. Varmásvæðið, eins og allir vita hér, dýrmæt perla hér í bæ fyrir unga sem aldna. Þess vegna leggjum við meirihlutinn mikla áherslu og viljum vanda til verka og hugsa til framtíðar í stækkandi bæjarfélagi og fleiri iðkendum hjá aftureldingu. Framtíðarsýnin okkar sú að teikna upp allt svæðið og í kjölfarið búa til aðgerðaráætlun, en hún þarf þó alltaf að taka mið af efnahagslegu umhverfi sveitarfélagsins og það þarf að klára að hanna þetta íþróttasvæði og þróa það í takt við þær nútíma kröfur sem gerðar eru til íþrótta. Við erum þegar byrjuð á framkvæmdum og annað í hönnun og sumt í bið. Við viljum taka tillit til ólíkra þarfa fjölda iðkenda, öryggismála og síðast en ekki síst þeirra ímyndar sem Mosfellsbær hefur skapað sér sem heilsueflandi samfélag. Ytri aðstæður akkúrat núna að setja okkur svolítið þröngar skorður vegna áhrifa hárrar verðbólgu og erfiðar rekstrar umhverfi sveitarfélaga eins og okkar, en það þýðir þó ekki að við ætlum ekki að gera neitt eða við séum hætt við þetta eða hitt. Á 1591. fundi bæjarráðs sem haldinn var núna 31. ágúst samþykkti meirihlutinn að heimila umhverfissviði að hefja gerð útboðsgagna og klára hönnun á endurnýjun aðalvallar og frjálsíþróttaaðstöðu aftureldingar að Varmá. Á þeim fundi og í þessari ákvörðun sat minnihlutinn hjá. Með leyfi forseta bæjarstjórnar þá langar mig að fá að lesa upp þessa bókun. Bókun D-lista. Í gildi undirritað samkomulag milli Mosfellsbæjar og aðalstjórnar aftureldingar uppbyggingu á íþróttasvæðinu Varmá sem meðal annars fjallar forgangsröðun nýframkvæmda á íþróttasvæðinu Varmá. Þó svo að bæjarfulltrúar D-lista fagni því að mögulega sé að koma skriður á framkvæmdir að Varmá eftir 15 mánaða tafir, þá beri Mosfellsbæ að ræða við aðalstjórn aftureldingar mögulega breytingar á forgangsröðun og upplýsa og bera undir aðalstjórn breytingar á tímaáætlun áður en ákvörðun tekin í bæjarráði. Bæjarfulltrúar D-lista lögðu fram tillögu að málinu yrði frestað þar til viðræður við fulltrúa aðalstjórnar aftureldingar væru afstaðnar og nýtt samkomulag forgangsröðun framkvæmda lægi fyrir. Þeirri tillögu var hafnað og af þeirri ástæðu sitja fulltrúar D-lista í bæjarráði hjá við þessa máls í bæjarráði. Í framhaldi af þessari fullyrðingu að það væri skriflegur samningur forgangsröðunina, þá létum við kanna það og erum búin að vera að kanna það að það finnst ekki í skjölum bæjarins. En að sjálfsögðu vitum við að skýrslunni frá Eflu
sem þarfagreiningu fyrir heildarskipulag og forgangsröðun. Að hún til staðar og hún var samþykkt á samráðsvettvangi milli Mosfellsbæjar og Aftureldingar. Það einnig í þessari bókun að okkur finnst mjög merkilegt að það sé talað að nánast ekkert hafi verið gert á síðustu 15 mánuðum. Ég fullyrði að það bara búið að vera mikil vinna í að kanna þetta svæði. Fyrst eftir samráðsvettvang, þegar það kom beiðni frá fótboltanum hvort það væri hægt að hafa 3 fótboltavelli þarna, þá fór að kanna það og láta þetta mæla og alls konar sérfræðingar, skoða það. Og þá kom í ljós að öryggissvæði væri ekki nógu mikið, það væri ekki hægt að hafa þetta löglega